það sem kannski laði grunn að sigrinum hjá Fram var mjög sterkur varnarleikur og þar fór Sunna Jónsdóttir fremst í flokki. Já, hún náttúrulega búin að koma inn í þetta framlið núna í vetur með svona presence. Hún náttúrulega ekki 100% með. Hún náttúrulega að missa á æfingum og hefur mistað leikjum. Var ekkert með þetta í desember í þeirri perjódu þar. En hún að ná í þessi fríköst sem eru aggressív fríköst. Hún bara tekur á skarið og einhvern veginn brýtur og stoppar leikinn. Hún að blokka skot og Hún klára varnarleikinn. Já, og bara... Já, og svo veitir hún líka leikmennum í kringu sig rosalegt öryggi og bara gerir leikmennina í kringu sig betri. Þannig að vörninni á Fram verður miklu þéttari en maður sér stóran mun á því þegar hún inn í varnarleiknum með Fram eða ekki. Akkurat. Og þarna stilur boltanum, skorar og hann lakinn og ég meina Framarnir að fara norður og fá sér 20 mörk. Það bara... grunnurinn að þessu var algjörlega varnarleikurinn hjá Frömmurunum. Arna Sif, fædd 2010, kemur í markið á Fram í seinni og þú varst ánægð með hana? Já, hún hendi bara í réttið 40% markvörslu, 8 bolta varða og mikið og bara opnum færi vítakasti og ég meina þetta stelpa sem hún kom með bílpróf sko. Þannig að Mamman alltaf skutleina. Já, þannig að hún kom mjög öflugin í þetta og aftur að mæta norður og vera þarna. Ég meina þetta það sem við erum búin að sjá, þetta vítakast, þetta tvö dauðafæri og þarna kemur í rauninni 3. dauðafæri. Þannig að þetta voru allt erfiðir boltar og eins og vörnin lagði ákveðin grunn þá kannski var svona punkturinn yfir í hennar innkoma. Alveg kingi magnað, eins og segi, fædd 2010 og sýna þessa frammistöðu á þessum erfiða útivelli. Já, ég meina hún í þessu yngsta unglingalandsliði hefur verið þar og kemur úr svona handbolta fjölskyldu og það verður gaman að fylgjast með þessari.